Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Hey folks, velkomin í Flæðiskerið. Þetta Rökkvi hérna komin aftur. Jói með mér og við verðum með Helga Steinar Gunnlaugsson grínista með okkur í dag. Já. Ég nýkominn frá Grænlandi, aldrei verið eins sólbrúnn. Nei. Þó að það hljóma eins og mótsögn. Það hljóma mjög eins og mótsögn, en já, það víst þannig. Og við töluðum einmitt að ég var að fara í þessa Grænlandsferð fyrir nokkuð löngu í þættinu minna. En þetta var svolítið svona óvænt, ekki skipulögð ferð. Þetta var sem sagt þannig að ég á vin hann í Grænlandi sem að allt í einu setti Facebook status hjálp, getur einhver hjálpað mér að komast heim frá Grænlandi, gistingu og vinnu sem fyrst. Er þetta svona norræn útgáfan af Castaway? Já, eiginlega. Og ég bara var svo forvitin að ég var að spyrja hana því að ég var svona strax með hugmynd hvað hefði gerst. Ég bara svona, heyrðu, kastaði kærastæðin henni út, tók hún brjóðaðis, kastaði henni út og bara, já, getur þú hjálpað mér? Nei, ég meina, þú veist, ef hann var á veiðum eða eitthvað og það hefði farið úrskeiðist, þá getur alveg trúið því að hann þurfti bara að koma sér á landinu sem fyrst. Já, en þetta var bara grænlenska kona, ekki ísbjörn eða neitt, en þær eru líka hættulegar, þeir eru haf. Og hún hafi orðið eitthvað, reiði yfir ykkur og hendur út. Og hérna, sem sagt, hann var þess að húsnæðislaus, atvinnulaus og hérna hugsanlega í hættu þarna á Grænlandi. Þannig ég gaf honum pening til að kaupa miða heim. Já. Svo bara næsta dag þá hvað var 100 skall? Það var eitthvað 60.000 kall. Aðra hérna næsta dag þá bara eitthvað, hörðu vinur, takk fyrir að kaupa miðan en hún búin að fyrirgefa mér, við ætlum að reyna að láta þetta virka. Hann hefur þá að nota peningin í eitthvað annað og keypt öll blómin sem til á Grænlandi og fengið þannig fyrirgefningu. Þessi 2? Neða 3, það var svo mikið túrismi þeir. Já, ég skilst þeim að Íslendingar flytji blóm til Grænlands, merkilega nokk. En nei, sem betur verið ekki. Þetta hefði svo sem líka verið alveg svona líklegur endir á þessari sögu. En sem sagt, hann átti hennan miða og hérna gall til borga mér hann aftur, því hann var ekki með nú há laun til þess að borga mér aftur. Þannig að endanum segi bara, að ég geði mér bara hann heldis miða, ég fer það bara til Grænland. Já. Og síðan þá hann búinn að hætta einu sinni með henni og byrja með henni aftur, en þau eru saman núna held ég. Og ég endaði að fara til Grænlands. Þetta er svona Ross og Rachel Grænlands. Já, we were on a break. That seal didn't mean anything to me. Já, þess að þau hættu saman rétt á en ég fór þangað og byrjuðu saman daginn eftir ég kom með eitthvað svoleiðis. Þannig að hérna, ég veit ekki hvað staðan er núna. Ég held þessu saman enda. Allavega þá, hérna, hann sagði mér að síðastur hættu saman þá var það líka í svona, innan gæslappa góðu. Hann var ekki lamin eða hent út neitt. Það er bara orðið látið fjúka en ekki hérna nefar. En allavega þá, sem sagt, ákvað ég að fara þangað og ég alveg lengi þorði ekki að segja konu minni frá þessu því ég vissi að hún tjúluð út í mig fyrir að lána mér pening og eitthvað svona og hérna hún var sem betur fyrir ekki brjáluð þegar ég sagði henni frá þessu en hún hættist mjög mikið að hvað verður mikið lasni. Já, ég hefði gert það líka. Já, það er líka, ég hefði ekkert og býður mér aldrei til útlanda en gefur einhverju vinir. Já, og ég hafði engin mótrök, þú veist, ég reyndi ekki að finna einn mótrök því þetta er svona eins og einhver kemur að þér, þú veist, konaðin kemur að þér bara í rúminu með annari konu, bara eitthvað og reynir að segja þetta er ekki það sem það lítur út fyrir að vera. Þú getur ekki sagt eitthvað svo skjæftið, þetta var bara jafn heimst eins og þetta leit út fyrir að vera, og hljómaði. Og hérna allavega hana, þannig að ég enda á því að fara ángað og kaupa þá líka gistingu og ferð þína leiðina. Þetta er svona 160.000 kall allt. Já, þannig að ég hef getað að ferð til Japan. Já, ég var að segja það, ég sagði þetta við á hann þátturinn byrjaði þegar ég var alltaf að fara til Kína, það kostaði mig einhvern, þú veist, ég meina áður en að sko WOW fyrir að bjóða beint flug til Shanghai eða Peking, hvað sem það er, þá þurfti maður alltaf að stoppa í London og fara svo yfir og það var alveg einhvern 110 skall, fekk 70 skall einhvern tíma fram og tilbaka, það var bara mjög sjálfgeft, en svo var maður að líta á ferðir til Grænlands, þú veist, Nuuk eða Kulusuk, þetta var einhver 90.000 kall. Já. Þetta er bara handað við hotni, sko. Já, einmitt, þetta er mjög dýrt. Þú hraustur maður getur synt þetta, sko. Þú svona, já, úr teppin að sleppa með 90 skall fram og tilbaka. Já. Til bara eitthvað staðar í Grænlandi, hvað sem er Kulusuk eða Nuuk eða eitthvað. En þetta var rosalega áhugavert að sjá þetta, því að ég var hérna einstakleysummaður í Kulusuk, segi ég. Já. Og það er svona, var 400 manna, er núna 200 manna þorp eða eitthvað svoleiðis.
þar sem að það ennþá mjög svona í rauninni nálagt gamla uppruna þeirra, að þeir hafa mikið verið að veiða ásleiðis og þetta ekki mjög svona háþróað eins og maður meðar við, Ísland, maður sér þetta. Þeir eru nú ekkert háþróð, sko. Nei, við getum svo sem ekki talað eitthvað, sett okkur á háan hest. Við settum ekki vélar í báta fyrir 1910, þú veist það? Já, og það var enda búandi fólk í hellum 1930, þannig að það er svo sem satt. En Nuuk er svolítið bara eins og Akureyri, eða svona þorp í Danmörku. Já. Það er svona aflokað og... Nei, bara svona í stærð og hvað er þar, þú veist. Það er í rauninni, þú finnur sirka sömu hlutina kannski varandi veitingastæði þjónustu og svoleiðis í Nuuk eins og Akureyri. Bara djam 24/7. Já, það er ekki þegar maður kemur eins í Kúlusúk þá sér maður alveg mjög augljóslega svona það er vandi með alkoholism og svoleiðis. Þú sér það ekki eins mikið í Nuuk, þú sér það alveg, en við erum líka með okkar róna hér. Algjörlega. Þannig að þetta var ekkert eitthvað svona, þú upplifir þetta ekki sem einhvern svona eymdar bæli að koma til Nuuk, alls ekki, sko. En það er samt svolítið þannig að eins og við Íslendingar erum svolítið svona frumstæði skipulagi og aga oft og Grænland er bara 100 sinnum verra að Nuuk var mun skára heldur en Kúlusúk upp á það að einhver segist að gera eitthvað standi við og allt það, en þetta var samt alveg bara einhver mesta þraut sem ég hef leist að koma saman einu litlu uppistandi í Nuuk. Já, við erum alltaf að gigga á okkur svona afskekktum stöðum, ég og þú. Já, ég veit. Grænland, Kína, Mosfellsbæ, þú veist, við erum alla þetta eins og sko. Það er eitthvað sjarmi í að svona, þetta er eins og landkönnuður, skilur, sem fer á Norðurpólinn, þó að sé ekki þar. Þetta að brjóta eitthvað svona veggi. Þú veist, Ernest Shackleton Greensins. Já, nú er ég fyrsti Íslendingunin sem kem fram í Grænland, örugglega. Já. Það er sennilega næsta skrif hjá þér, það er að halda uppistand á Norðurpólnum. Já, ég þyrfti þá að taka alla áhörundina með. Já. En þá er ekkert að kvarta ef enginn mætir. Þú veist, þú hefur enga afsökun í Stórborg. Þú getur alltaf vissum að þeir klappi fyrir þér af því þeir halda á sig hýta. Það var bara selur. Ég vil segja takk aðeinslega fyrir að fá mig aftur inn í þáttin. Það var rosalega gaman inn að seinast og mér finnst alltaf svo gaman að koma hingað í hljóðveri og útvarpssögu að þeir eru með svona öryggislið. Þeir eru eina útastöður á landinu sem bara we gotta build a wall. Við byggja vegg og bylgjan borgar fyrir það. En það er merkilegt með þetta litlu öryggislið. Það nær mér svona upp að njá. Það er kannski lærum, en það samt er merkilegt öryggið því að það eru ótrúlega fáir sem fattar hvernig að opna. Ég meina þeir að verjast gegn einhverjum brjáluðum 8 ára krökkum. Já, það eru sumir sem verður líka bara svo forvitnir að jafnvel ef þeir koma hérna ég ætla að hjóli í þetta helvítis pakka út af þessu og koma hérna brjálaðir þá bara hlið, hvernig virkar þetta? Það er bara svona tefur þetta við fara svona að reyna að leysa þrautina og meðan og hafið tíma til að setja staðin í lockdown. Já Þetta er alltaf ógeðslega gaman að koma hingað aftur og það er eins og svo talum, þú ert þarna í gigga í Grænlandi og ég er að fara, núna er Edinborg hátíðin sem þú ert að fara á stað þar sem að grínið aðeins þróara, aðeins komið lengra heldur en á Grænlandi. Kannski, það er kannski meira spennandi þá að fara á svona staði þar sem þetta er ekki þróað. Ég upplifði það sjálfur í Kína þegar ég var að gigga þar, þá var þetta bara nýtt fyrirbæri. Já, það er ekki af því að Kína sé ekki í rauninni veldi, það er bara því að þessi menning er bara þekkist eiginlega ekki í Kína. Ég meina, þú veist, að hugsa út í það líka, þetta er svo Kína, þetta er náttúrulega öguð þjóð, þetta er harðdugleg og það hefur ekki tíðkast að vera bara, við hvað vinnur þú? Ég segi brandar upp á sviði. Já, 12 tíma á dag, ég fer einu sinni í viku upp á svið og... Já, restin er ég bara að skrifa á blað hvað mér finnst fyndið og hvað ég ætla að segja næst og eitthvað. Sko, mér finnst, hvað er málið með þetta? En sko, ég fæ pínu þetta viðhorf bara hjá foreldrum mínum, sko. Já. Það er ekkert vinna. Það er hægt að vinna við leikari, þó að það sé nú eiginlega bara samt að leika sér og fá bara pening frá ríkinu, en það er svona skilja það að það getur samt talist alveg vinna, en uppistand nei. En það er það sem er svo fyndið. Jerry Seinfeld talaði þetta á einhverju á hátíð, hann var að fá einhver svona awards hátíð. Og hann var að tala sko að munur milli leikara og uppistandara þurfa að búa til allt efni sitt sjálfur og flytja það og með leikara þá bara og segja það sem ég sagði að segja. Já, einmitt, hann var... Þú hefur ekkert handrit í rauninni. Og það er einhvern veginn sko að uppistanda virðist vera svona seinasta línan í listinni þar sem að fólki finnst í lagi að þurfa ekkert að borga. Já, fyrir að horfa á það. Já, það er alltaf að vera frítt sko og svo hugsaði maður sko, já ok, Trúbador að fá mikið borgað og fyrir að hugsa, hver væri þá Trúbador útgáfan af uppistandara? Fara upp á svið bara, hérna eru nokkur brandara sem að Louis C.K. skrifaði. Þetta getur við vissin það að þið lendi ekki í niðurhalinu. Já,
Það reynda kostur. Það samt, sko, ég svona tvisins með þetta niðurhal. Því náttúrulega við erum að búa í þessari YouTube-kynslóð og hérna, við erum bara, þessi nýja kynslóð bara vön því að geta fengið allt frítt. Já. Og að vissu leyti það þannig að því það svo mikið núna í gangi með nýtt fólk í tónlist og uppistand. Þú verður einhvern veginn að koma þér á framfærið. Þú verður að bara, ef það einhver leið fyrir þig, fyrir fólk að vita hver þú ert út heiminn, þá það allt í lagi. Bill Burr var að tala það, hann fór til Indlands, það vissu allir, hann var búaður í Philadelphia, hann vissu allir hver hann var út af því þeir höfðu aðgang á YouTube. Þannig að það ekkert með HBO eða Comedy Central þar. Nei, hvað þá, endilega DFFD eða eitthvað. Já, þannig að þetta svona, og mikið að Louis C.K. alltaf snillingur þegar kemur að þessu, hann búinn að taka burt millimannin og hann segir bara, herðu, þetta bara á vefsíðunni minni, kostar $5, þú ert ekki að skráða þig í neitt, þú bara borgar og þú átt það eins lengi þú vilt og þú mátt downloada þig 3-4 sinnum. Já, ég sammála því að heimurinn þarf að aðlaga sig og listaheimurinn að því að þetta bara breytt umhverfi. Þetta bara alveg eins og þú ert ekki að fara að labba, eitthvert, ef þú getur flogið þangað. Já. Þú labbar ekki á Egilsstaði, skilur lengur yfir hálendið, best að finna leiðina hérna fram hjá ánum, nei, við höfum brýr yfir árnar og við höfum flugvélar og svona, þú ferð ekkert og eitthvað og pandar eitthvað DFFD þegar þú getur bara farið og smelt og náði hann. Já. Og hérna bara viðskipta mótilið þarf aðlaga sig að þessu. Og það náttúrulega Netflix núna, ég veit ekki hvort þú sást að Disney að fara að taka út alla myndirnar sínar á Netflix og byrja sitt eigið streaming network, en það náttúrulega ekkit sérstaklega snið, en hugmyndir á bak við Netflix alveg snild, þetta bara áskrift. Þú borgar bara x mikið og svo þarf það ekki að spá í því. Þetta ekki eins og þú ert ekki að fara út á leigu, við erum kynslóð sem mann eftir því þegar við leiðum spólur og það bara ekki búið að spóla tilbaka. Já, við löbbuðum alltaf út á leigu og eitthvað svo leiðis og svo kannski búið að taka myndina sem við ætluðum að taka eða. Já, það að ringja og taka frá. Já, Die Hard ennþá í? Það líka svolítið þannig að kynslóðin sem núna alast upp, hún veit ekki hvað vídeospólur eru, sko. Nei. Bara þekkir það ekki. Og gestadiskarnir, þeir líka leiðin út. Já, þeir var ekki það var einhver sem var sami frá því, hann var að sýna krakkarinn sínum mástu svona floppy disk. Já. Hei, þú átt alvöru útgáfa af save ikoninu. Já, einmitt. Það svona eitthvað sem að enginn veit, það sem að, þú veist, ef þú ert svona eins og leiðsögumæður í dag og sjáu þið þetta tákn ég skal segja ykkur söguna á bakviða eitthvað. Já. Nei, þetta ég veit ekki, við erum alltaf bara, ég alveg sekur þetta líka, sko, mér finnst þú að það að geta bara farið niður á netið og geta bara sótt eitthvað sem ég langar í, en það náttúrulega líka það, sko, ég hef ekkert að móti að borga fyrir það, en það bara, mörg fyrirtæki gera þetta svo erfitt fyrir mann að borga fyrir þetta, þetta svo, Íslendingar þekkja það kannski, að þú ferð í select country og Ísland aldrei á listanum. Já. Eina ástæðan fyrir ég oft geta skráð mig fyrir eitthvað eða keypt eitthvað vegna þess að ég skráði adressuna hjá mömmu út í Bandaríkjunum. Já. Þannig þú veist, ef að þeir gera það þannig að ég get ekki keypt það þó svo ég vilji það, þá náttúrulega maður að fara á torrent, þá maður að fara niðurhala, sko. Akkurat. Og þannig virkar bara markaðurinn. Þeir halda, sko, ég held að þeir halda að þetta sé að spara pening, í rauninni þeir að tapa pening. Já. Þú veist, þeir myndist á þetta í Ástralíu, það sko, við hugsum, hver að hala niður efni, þetta einhverju svona nördar eða eitthvað á 25 ára aldri í kjallara eða eitthvað, nei, þú veist, það eru mæður og foreldrar, það allir sem downloada í Ástralíu, vegna þess að fyrirtæki í Bandaríkjunum, útgáfa fyrirtækin gera þeim svo erfitt að nálgast markaðinn. Já, svo hefur alls konar svona kjaftaði verið sett í ganga eins og að DFFD, ef þú kaupir hann í Bandaríkjunum, þá getur kannski ekki spilað hann í Evrópu, eða ef þú kaupir hann í Frakklandi, þá getur kannski spilað hann í restina af Evrópu, eða Asíu kaupir hann, það virkar ekki þarna og þeir eru gefnir út seinna þarna því að myndina kom út og eitthvað svona endalaust svona vesen og þú getur ekki spólað yfir auglýsingarnar, þannig að þú ert búin að borga dýrin dóm fyrir einhver bíómynd og ert pindur til að vera að horfa á auglýsingar fyrir aðra bíómyndir aftur og aftur. Já, og þetta virkaði kannski, þú veist, fyrir 20 ára síðan þegar heimurum var aðeins minni, sko, en þetta þú veist, þetta bara þannig að fólk hefur, þú þarft líka bara að hugsa markaðinn, sko, ef að þú ert með Netflix og Spotify, þú veist, annarkvort getur þú bara sett efnið þar, eða þá ef að þú ert að gefa þetta út, þú verður bara að gera eins og allir hinir. En hugsa líka þannig að sagður með Louis C.K. að allir vita hver hann í Indlandi af internetinu. Já, Bill Burr, og vera Bill Burr. Og það líka þannig eins og þú ert að segja, ef að þú ert nýhljómsveit eða nýr uppistandari,
þá verðuru að setja dótið á neti til að fá athygli. Það ekkert eins og að sé eitthvað stór fyrirtæki, eitthvað útgáfu fyrirtæki að þræða einhverja bari til að horfa á allir uppistandarna til að sjá hverjum þeir að bjóða samning. Þú færð athygli. Uppistand alltaf, þú veist, að það að vera frægur í uppistand, þetta hefur breyst líka svo mikið, þú veist, á 10. áratugnum þegar Seinfeld var með þáttinn, þá var allir uppistandarnir vildu fá sitcom, vildu fá sjónvarpsþáttinn sinn. Já. Það var sko toppurinn. Já, svo breytist það eins þegar Comedy Central fór að vera með þessa hálftíma uppistanda sem allir gáttu tekið þátt. Það var það aðalmáli sko. Já. Svo fyrir nokkrum mánuðum síðan þá var að fá HBO uppistandinn og núna það Netflix og það bara einhvern veginn þú þarft að ef þú ætlar einhvern veginn að koma þér inn á þetta þú verður þá allavega fyrstu árin þú getur ekki verið bara að segja nei ég vil bara fá borga fyrir þetta og það fær engin eitt frítt nema það svona ok en þú verður líka að búa til svolítið eftirspurn. Byrjar alltaf að fá athygli af því að eitthvað uppistandsvídeó hjá þér á netinu á YouTube varð vinsælt. Já. Og það allir sem byrjum að sjá vídeó þegar að sem sagt ef þú byrjum að bóka þig einhvers staðar og þá ertu ekki að fara að senda þeim einhver 50 eða 100 megabæt í e-maili af einhverju vídeói frá þér. Senda þeim þá skriftið. sendur þeim náttúrulega lekk á vídeó af þér á YouTube. Já, algjörlega og það bara eins og það og svo náttúrulega erfiðasti parturinn svo þegar þú ert kannski farin að vera bókaður aðeins oftar að skipta þá yfir í að alltaf að vera frítt í að ég kannski geti tekið 1000 fyrir þetta. Já, þetta náttúrulega rosalega flókin markar og hann breytist svo ört. Það þarf að skilja hvað í gangi hverju sinni og vita hvað að fara að gerast næst helst, þannig að þetta Já, ég meina eins og ég hugsa sko að sjónvarp bara dey út. Mér finnst bara, ég meina maður hugsa út í það sko, hver undir þú hefur valkost, hver undir 30 velur til dæmis bara venjulegt sjónvarp bara fram yfir að geta fengið á netið. Já, enginn sko, enginn sem vanur því að nota þessa nýju tækni. Nei, en mér það svona, sko, að því maður svolítið old school þess að ég dást til dæmis að INN og Ingvar Hrafn þegar að vera ennþá í gangi sko. Já, en þeir eru líka þannig að þú getur alltaf flett upp þáttum á netinu og horta á. Já, akkurat INN TV og RÚV líka. Eins og okkur núna, það hægt að fara út á saga.is, þættir og finna þáttun og hlusta á hann eftir á. Já, kannski framtíðin liggur hún í þessu að verði bara búnir til þættir bara í stúdíum og svo verður bara settir á netið þar sem fólk getur nálgast það bara þannig, fólk líka ekki þannig að þetta var í gamla daga var þetta alltaf eins og maður var að fara í flug maður bara, herðu þetta byrja klukkan 7 ég verð að vera komin heim klukkan 7 annars bara missi að því. Núna ertu bara fer á netið bara, herðu, ég get haft á þetta þegar ég vil. Það kannski ekki svo mikið að sjá að deyja út heldur mörkin að vera mjög óskýr. Hvað sjónvarp og hvað í rauninni eitthvað internetdæmi af því að þú sendir kannski út á netinu og líka á einhverju sjónvarpsstöð og svo getur náðið það eftir á bæði á netinu og gegnum sjónvarpið, gegnum tímaflakk. Þannig að það eiginlega engin mörk lengur. Svipað eins og þú veist mörkin á milli síma og tölvu og myndavélar ekki til lengur. Þú ert bara með þetta allt í einu tóli. Já, það var alltaf sko, það var eitthvað setti mynda þessum daginn sko að það sem sími núna orðin í dag fyrir einhverjum 10-15 þetta var allt sér, það var myndavélin sér, svo var sjónvarpið sér og þetta náttúrulega bara, eins og ég segi, þetta þróun sem það allt komið í þetta litla tæki. En þú ert núna að fara úr því að hafa verið í svona eins og svona grjótmulningi eins og ég var í Grænlandi að reyna að gera eitthvað sem engar forsendur fyrir nema þær sem þú býr til sjálfur hérna í Kína með uppistandið og að fara núna í rauninni í mjög smurða maskínu í Edinburgh Fringe Festival. Já, í rauninni sko þetta náttúrulega þegar ég byrjaði í uppistand þarna ég byrjaði svona fullri hörku 2014 í Peking og það var svona þessi gull, við erum eiginlega í gullöld uppistands verð ég að segja, það svona 2014 þá var allir HBO specialarnir komnir út og þetta var svona að fara að pikka upp aftur og það náttúrulega var svolítið erfiðar að gera uppistand til dæmis í Kína því að þetta uppistand náttúrulega þannig sé ólöglegt í landinu. Þú verður að fá leyfi til þess að vera með einhverja fjölsamkomu og annars bara gæti löggan mætt og svo þegar maður kemur heim sko, þá sér maður að þá voru þessi mánudagskvöldarn á Gauknum og þetta var svona alltaf pikk upp með Ísland var á fullu og mikið af þessum uppistandur sem maður sér núna í dag á Íslandi ég man eftir, við vorum svona öll að byrja á nokkurn veginn á sama fót. Já, ég byrjaði með tilraun uppistand þarna 2013. Já, var það í Hafnarfirðinum ekki? Nei, það byrjaði á Kaffi Haiti og fór svo yfir á Bar 11 og svo bættist sko Hafnarfirðin við. Já. Það var á íslensku og svo kom Gaukurinn á mánudöfum á ensku og síðan þá hefur þetta bara í rauninni stækka og stækka. Sko, finnst þið svolítið svona öðruvís að gigga nú erum við búin að gigga í sko Mosfellsbæ vorum í Hafnarfirði, við tókum uppstandi á spott í Kópavogi daginn. Finnst þið svona öðruvís að gigga þar heldur en í miðbænum? Svolítið, en þetta samt ekki í alvörinu út á landi. Þetta
ég alltaf svo mikið borgarbarn, mér finnst En það samt svolítið öðruvísi. Já, ég veit það. Það aðeins eldra fólk sem kemur til dæmis í Mosó. Já. Þú þarft svona aðeins að vera meðvitaður það. Ég meina ég tók bitið lín þegar ég að gera grín að lánasjóð íslenska lánsmanna og það var gamall kall sem kom upp að mér og ég verð nú að segja hvernig þetta var í gamla daga þegar maður vildi fá lán. Ég fór og hann sagði bara við mig af hverju þarft þú lán og það talaði eins og það var, þú veist, Mad Max bara, það vildi enginn gera neitt fyrir þig. Þá var það líka bara þannig að ef þú þekktir eitthvað, þú veist, bankastjóran akkurat í hínu, þú veist. Og ekkert hefur breyst á Íslandi síðan þá. Nákvæmlega. En þið hlust á Flæðiskeri útvarpi sögu. Jóhann Kristjánsson heiti ég og Rökkvi Steinsson hér með mér. Helgi Steinar Gunnlaugsson gestur okkar í dag, grínsti og uppistandari. Og við ætlum að koma til skamma stundu, við ætlum á auglýsingar. Þetta á móti sól og lagið Ég verð að koma stoltur heim. Þetta svona kannski tilvísun í það sem að Rökkvi var að segja okkur áðan af vini sínum sem var í Grænlandi og vildi endilega koma stoltur heim eftir að hent út á kærustunni. Já, og var síðan togaði beint inn aftur. Já. Kemur kannski aldrei aftur heim. Já. Kannski aldrei. En þetta sem sagt þessi Grænlandsferð af því að ég ætlaði náttúrulega að vera uppistand og svo náttúrulega lendi ég í grænlensku skipulagi og það sem það þannig að þetta var ein mesta þraut sem ég hef leyst að setja saman eitt einfalt uppistand á Grænlandi og ég var orðinn eiginlega mjög pirraður í endan, ég hafði nokkra daga eftir og á endanum sem sagt þá ákvað ég bara því ég kynntist fólki ég fór að glíma í brasilísku jiu-jitsu og eitthvað sleiðis og kallinn sem leiði mér Airbnb ég kynntist maður þannig ég ákvað bara að bjóða öllum í pítsu á pítsastað Einu pítsastafn á það eru nokkri. Þetta svona eins og Akureyri cirka. Já. Og hérna Bacon. Já, að sem sagt smala bara öllum þangað á pítsustand, bjóða öllum pítsu og halda svo bruppistand þar ef mér ekki hent út. Bara upp á von og hóf. Eftir það þessum, við höfum oft byrjað þannig að við erum að gigga á stöðum sem fólk veit ekki einu svona sjó í gangi. Akkurat. Þú bara mætir, herðu, jæja, til þess að eyðileggja kvöldið ykkar, bjóðu velkomin þessi hérna. Já, góða kvöld, fullu vinnufélagar sem komu til þess að reyna við hvert annað í vinnufríinu. Við ætlaði trufla ykkur með því að bladra. Hvað málið með flugvélamat? Eins og þá þetta allavega vinnveittur hópur, og ég hefði þau næst og svo myndu kannski hinir gestirnir vera pirraðir og klaga mig og mér hent út, en þá geta allavega svona tikkað af listanum, búin að vera með uppistand á Grænlandi. Já. En svo fékk ég svar frá hótelinu þarna, akkurat kvöldið áður, einstaks fyrirvari, já, þú mátt koma með alla fullu viniðin og vera með uppistand fyrir þá og þú kaupir drikkandaði með eitthvað svona. En þurftur að hafa á dönsku þá, var það ekki? Jú, mér var ráðlegt að gera það. Já. Ég talaði við alls konar fólk hvort þetta væri fýsilegt og ég heyrði ýmsar sögur. Ég heyrði, þú veist, Grænlendingar munu bara ekki hlæja að þessu. Þú veist því að menning þeirra allt öðru sig og ég heyrði líka vert á dönsku, ég heyrði líka vert á ensku. Þannig ég fekk öll þessi misvísandi skilaboð en ég æfði mig á dönsku af því að flestir myndu skilja það og af því að mér finnst það tilheyra að vera með málið sem á þeim stað sem þar. Já, það er alltaf að reyna það. Ég fór að hugsa að maður hugsa maður læri hvað dönsku í 10 ári í skóla og hvenær nota maður það? Þú hefur kannski notað það þá. En þú veist, ég fór að hugsa við svona meðal Íslendingur læri dönsku í einhverju 10 ári í skóla og einu skiptin sem við notaðum þegar við verum að lesa, þú veist, leiðbendingar á sósupökkum bara. Já, nákvæmlega. Uppvarmet, 2 desilíter, mælt, hvað er þetta? Já, það er engin Legoland, venjulegur Íslendingur sem hefur ekkert búið í Danmörku eða eitthvað sem vill frekar nota dönsku en ensku. Þú veist, og fólk spyrja, hvað þú fer til Danmörkur? Já, ég fór til Danmörku, ég var strax beðinn að skipta yfir á ensku á mest niðurlægjandi hátt. Ég held að Danir skiptist yfir í ensku til að tala um hvern annan af því þeir eru með svo mikla aflanda hreima alls staðar að þeir skilja ekki hvern annan, skipta bara yfir í ensku til að tala saman. Já. Þannig að, já, það er merkileg þróun og grænlendingar tala, þú veist, ekkert nákvæmlega eins dönsku heldur eins og danir, þannig að þetta var líka ágefni. Ég meina, þetta er eins og Frakkland og Frönsk Kanada, ekki? Já, nákvæmlega, þetta er ólíkt og svo var mér líka sagt af því að, þú veist, þeim er kannski ekki svo vel við allt sér á dönsku af því þeir eru svona búin að vera undir herraþjóðinni í Danmörku og þeir slupp aldrei eins og við þannig að, þú veist, þeim þætti kannski bara flottar að vera með dönsku en ég æfði á dönsku og var með þetta uppistand fer þarna á einhvern Skyline bar þarna á hótelinu og með uppstand á dönsku fyrir vinn mína og svo eru svona Amerikanar og Kanadamenn og Ástralar skvaldrandi í bakgrunnum ógeðslega hátt. Þannig að ég með uppstand á dönsku svolítið tíma og vinir mínir hlógu, náttúrulega þetta eru vinir manns þannig að það er svona auðvitað þá hlæja og svo skipti ég yfir á ensku og þá náði ég að fá alla til að hlusta og náði smá hlátri frá öllum þannig að þetta svona, þetta var mjög svona sérstakt uppistand. Er það ekki líka bara, þarf maður ekki svolítið að lesa til þjóðina og svona hennar kannski
húmor til þess að geta haldið svona uppistand þess að kannski einhver þjóðfélagsmál sem er að gerast hérna, þú getur haldið uppistandi það hérna á Íslandi en þú getur ekki gert eins í Grænlandi sko. Já, það þarf náttúrulega sko, það sem ég minni reynslu sko er að vera, fólki finnst bara, við sverum heimi finnst bara líka gaman að heyra hvað er að gerast í þínu landi af því þú hefur mestu réttinn til að tala það ég hef oft brent með á þessu þegar ég var í Skotlandi, ég var þar í ára að taka uppistand og ég meina, jú, þeir hafa mjög góðan húmor fyrir sjálfum sér en þegar ég tala ensku, þá er ég með mest ameríska hreim í heimi og þeir kannski ekkert að fíla það að þú ert eitthvað að kommentera á hvað er að gerast í þærlandi sem útlendingur sem hljómar eins og Ameríkani sem hljómar eins og Ameríkani, þannig þú veist, þeir eru alltaf þegar nógu patronizing að vera Já, það er náttúrulega líka þannig að ef þú nærð að útskýra hlutina, ef þú vitnar bara í eitthvað sem enginn veit, eins og Davíð Oddsson eða eitthvað, þá hlæðir enginn. En ef þú nærð að útskýra eitthvað íslenskt samhengi, hver einhver var og hvað hann gerði og eitthvað, þá getur það verið fyndið. Sko, virkilega best, náttúrulega Ari Eldjárn er snillingur þegar hann tók norræna, varstu að sjá það bit, þannig að þegar hann tekur Ekki ennþá? Ertu ekki búin að sjá það? Hann er búin að tala Finn og eitthvað svona? Já, nei, hann var að tala sko, að allar þessar þjóðir, norrænu þjóðirnar, þegar það hittast, það er alltaf að dæma hvort það er. Þetta er algjör snilldar bit, sko, og það er einmitt það sem þarf að afmarka sko, ok, þú lítur, ef þetta eru þjóðir sem líta á sig sem sko svona bræður og systur og þá er einhvern veginn hægt að tengja miklu meira sko, það er en eins og í Kína sko, við vorum lítið að tala málefni sem Kínverjum þetta var eðilegt svona, já, wow, herri, sem útlendingur hér, hafið lent í þessu, þú veist, og þá var það alltaf eitthvað sem allir gátu að relata við, það var veist, hvernig klósettastaðan var út á miðri götu og maturinn og geta ekki borða hann En ég talaði meitt þarna sem að gekk mjög vel að það var að segja að danska væri ljótasta tungumál í heimi og var að gera grína hvernig hún var fundin upp og svona til þess að fólk geti ekki heyrt hvort þú væri fullur eða ekki í vinnunni af því að þú hljómar alveg eins fullur og edru og dönsku þú veist og eitthvað svona og segja þetta væri ljótasta og þau náttúrulega hlæja því af því að þau eru náttúrulega þjóð sem var tekin yfir af dönum og pínt til þess að læra þetta húslega ljóta tungumál. Við erum það líka. Já, nákvæmlega. Þannig að ég 10 ára af vinnandi Danish assignments og Já, þannig að sko frá einum svona nýlendu þegni til annars sko, þá gáttu við svona gert grína helvítið stöðninum. Já. Svo var alltaf neittur til að horfa allar þessar bíómyndir sem Dani voru með. Já, mitt natten. Kærlig höfuð förste hygg. Þeir gerðu 3 myndir. Ég fatt það aldrei. Þú veist, ef þú nærð ekki gælun í fyrstu myndinni, þá ef þú reynir tvís, ég held að það sé bara brot, sko. Já, þá farum bara nálgunum bara á það. Þetta var svo að horfa á Guff að reyna að fá sér á blattina. Heitir þetta þá nærmere forbudt við fjerde forsøg eða eitthvað svona fjórðamyndin. Það er komin í fangelsi. Já. En þú ert samt að fara núna af því að ég er að tala eins og Grænland og hvernig Já, þetta er útvarpssaga, við talum útlendinga en hvernig við erum að tala Grænland og hvernig þetta er bara eitthvað tómt rugl sem þú þarfst bara að finna út úr þú ert núna að fara í einhverja smurðustu vél sem að fundin hefur upp í uppistandi í Edinburgh Fringe Festival hátíðin hún byrjaði þess 1947 og þessi hátíð var í raun svar við aðra hátíð sem var í gangi, ég held að var í London mér rétt en það var svo afmörku sko, þú veist, ef þú varst ekkert frægur, þú varst ekkert þessi headline kannski englendingarnir að snoppa á móti eitthvað svoleiðis, þannig að það voru bara þeir bestu sem fengu að fara þannig að þeir bara sagði, ok, þá bara verðum við með okkar eigin hátíð og bjóðum bara hverjum sem langar Frins þýður náttúrulega jaðar jaðar hátíðin þannig að þú ert með allskins fólk þannig á þessum síðan 47 á þessum árum sem hún er búin að vera í gangi þá er þetta búið að breytast núna í stærstu listahátíð í heimi og þess að borgin náttúrulega bara ég bjóð þarna í heilt ár og var að tala við fólk um þetta og þeir segja bara borgin gjör breytist það eru sko 100.000 manna sem mæta þarna út með sko uppistandara út með leikrit út með götusýningar þetta er klikkun sko og það sem komið svolítið óvart að nýslingar kannast eitthvað svo lítið við þessa hátíð bara svona að tala við fólk vísvegar sko að þetta er náttúrulega Wow er núna fljúanga einhvern 5.000 skall og það er svo verðist einhvern veginn vera svo lítil svona þekkingum þessa hátíð þannig að ég svona fegin að sjá allan eins og Ari núna hann var að fá 4 stjörnum frá Scotsman fyrir sjóðið sitt og ég allan að vona að ég næja að selja út eitthvað meðan ég er aðna
ekki erfitt að fá gistingurinn bara? Jú, ég er að gista hjá félagi mínum sko. Það eru mikið af fólki sem leigir út íbúðinu sína yfir ágústmánuðin og hefur bara fær svo mikið, það getur borgað leigu næstu 3-4 mánuðina fyrir peningin sem það fær frá fólki sem er að koma. Og þá eru kannski 10 fátækir listamenn að tróða sér saman í íbúðin hans. Í rauninni, já. Segja ég er hérna einn og eitthvað svo koma 9 vinir með það. Og það er ekkit endilega sagt að þú veist, margir frægir uppstandar eru hættir að gera þetta vegna þess að þeir bara græða engar pening á því. Þú veist, meðal fjöldin af fólki sem er að mæta á sýninguna hjá manni eru 2 eða 3. Og það var að, þú veist, einn sem að kannski hefur langað að sjá þig, einhver annar sem að mætti bara fullur og svo þriði einhver svona blaðamaður sem kannski vill rífa þig í tætlu til þess að gera sér eitthvað nafn. Já, en þetta er samt ennþá einhvern veginn hátíð sem að allir vilja vera á eða hafa verið á. Því að þetta er einhvern veginn svona stimpill að ég var hluta af Edinburgh Fringe. Algjörlega, það er svolítið þannig, þú verður að vera þetta er eitthvað sem þú setur á CV hvort sem það gengur vel eða ekki. Ég varð að setja Grænland á mitt bara því að mér finnst það bara einhvern veginn vera svo mikið jaðar eins og ég segi og ég er svona jaðarkur, ég hef gaman af svona jaðar hlutum, svona fárunlegum hlutum. Já, þú vilt setja, þú veist, ég meina eins og ég get sagt mér Kína eða eitthvað. Já, það er mjög spes. Þetta er einmitt sko, já, þetta er eitthvað sem að setur á CV og ég meina löndið eins og Bretland, þeir eru rosalega mikið, sko, helsti munur á Bandaríkjunum og Bretland finnst mér að Bandaríkjamenn eru rosalega mikið inn í þessum ameríska draumnum og vilja fá alltaf flottast og best og Bretar eru miklu meira í fringeinu. Ef þú ert með Grænland á CV-inu eða þú eru geggið einhvers stöðum afskekktu löndum, þeir hafa rosalega gaman að því og þeir hafa miklu meira gaman að því ef þú ert ekki búin að meika það. Heldur en ef þú ert búin að meika það? Já, ég skil það. Ég er einhvern veginn svolítið svona jaðarperri. Hérna, stundum er þetta talað að hipsterar séu svona, leið og eitthvað verið vinsælt, þá geta þeir ekki lengur haldið upp á. Já, þá eru þeir mainstream. Já, þá eru þeir ekki lengur öðruvísi. Já, þetta er líka með hljómsveitir út í Breitlandi. Það elska allir hljómsveitina sem er að fara með eitthvað sem leiður eru búin að meika, a bunch of cunts. Já, ég veit, sellouts, af því að þeir, þú veist, þeir eru orðið ríkir eða eitthvað. Þú verður að vera fátækur til þess að vera alveg listamaður. Þetta er náttúrulega klasskerfið sem bara endurspeglar þetta allt saman. Þú verður að vera the underdog, þá ertu flottastur. En mér fannst alltaf, ég var svolítið heillaður af þessu þegar ég las svona ævisugur frá svona wrestlingköllum. Svo veist, þetta eru svona tilgerða slagsmál sem eru fyrirfram ákveðin og þeir eru að ferðast og skemmta fólki. Og mér fannst alltaf svo heillandi að lesa þá sem voru bæði kannski fyrir 10.000 manns eitthvað staðar eða svo líka bara einhverju hlöðu. Að mér finnst þetta svo heillandi þó þetta sé kannski ekki. Já, æfa við Rocky soundtrackið og... Já, en ég er að meina sko að þeir voru kannski að koma fram. Þeir voru kannski að koma fram í einhverju hlöðu, bara í Alabama einhvers staðar, fyrir 15 mann sem held að þetta væri alvöru og voru kannski svona langaði til að drepa vondakallin ef hann vann af því að þeir voru svo vissir þetta að vera alvöru dæmi. En mér fannst alltaf svo heillandi einhvern veginn lífa að svona keyra sofa í bílnum þínum og þú veist, engan pening. Þó að þú veist, ef þú ert foreldri þess sem gerir þetta, þá einmitt ertu ekki heillaður. Þá ertu bara svona, sonur minn er búinn að glata lífi sínu frá sér. Ég er ekki að fengja alvöru vinnu. Já, hann keyrir á engan pening og kemur fram fyrir eitthvað hiski sem að... Nei, ég meina það er svo sem það er líka svo mikil sjarmur við það. Það er eitthvað sem mér glemist langar, þú veist, ég er búin að vera að gegga svo mikið erlendis, mér langar að gera það núna bara í vetur eða haust og að vera svolítið að fara landið að gegga því ég hef heyrt sögur frá þér og Bilgi og Duffy og Hugleika voru daginn voru að vopna fyrir því, þú veist, að gegga. Það er untapped að vera með að gegga út á landi. Það er líka svolítið þannig út á landi að eins og ég var að segja með Mós og þú veist kannski svolítið að breyta efninu af því þetta er eldra fólk. En það virðist vera þannig út á landi að eldra fólkið vill bara alveg hafa gróft efni. Já. Í bænum er það meira svona að þú þarft að passa þig. Þetta er kynslóðin áður en að bjórin kom sko. En það er oft bara svona þeimun óheflara, þeimun betra, þeimun meira hlæja þig. Já. Það er svona sveitahúmor. Og það hentar mér mjög vel. Það er alveg rétt. Ég meina svo náttúrulega ferðu og sér þess að krakka nú til dags þess að það má ekki segja neitt og hundskamma þær á Twitter fyrir að vera að segja eitt og þetta. Hvernig hefur þú lent í því? Vorum að tala um einhver svona einhverja ritskoðun sem að þú hefur lent í? Ég hef ekki lent í því sem grínisti svona rosa þessu svona PC brjálæði sem er fórt í öfgar, ekki sem grínist, en ég lent í því til dæmis á Facebook að fara að rífast það við eitthvað sem sagði að það er ekki hægt að vera rasist móti hvítum af því þeir eru ráðandi og það eru þeir sem kúa og ég fór að rífast, bara víst, ég meina ef þú segir að hvítir séu óæðri heldur en dökkt fólk af því þeir sem er minna melanín og þú veist, eitthvað svona sem segir þessi heimskar að grimmar af því þessi ekki með melanín eða get ekki náð sambandi með Guð af því þessi með minna melanín, þá ertu rasisti. Já, en ef þú segir þetta, þá ertu rasisti og þau bara nei, af því að þú getur ekki verið rasist á móti þeim sem er kúandi þáttur og ég bara, já, en byrju, þú veist, hvítir hafa ekki verið ráðandi allstaðar alltaf og þeir munu ekki alltaf vera það og ef þú segir líka
eitthvað að þeir sem er minna melanín, svona litar, þú veist, í blóðinu, í húðinni, fyrir ekki ef þú segir að þeir séu eitthvað óæðir og verri þá ertu líka rasista móti svertingin sem eru minna dökkir, skilur. Þannig ég hef lent í því að vera blokkar og unfrendar yfir svona rifildum, sko, og Bjarni Gautur hérna, sem er stundum með þáttinn líka. Já. Þannig ég hef lent í því, en sem grínist þið ekki svo mikið. Opnaru með þetta materiál á... Nei, því þú varst að spyrja mig um þetta. Nei, þetta er náttúrulega, ég veit ekki, það er náttúrulega svo, veist, jú, þetta eru breytti tímar og það er svona, þú veist, við lendum í ýmis hlutum, ég gerði þarna kynningamyndband fyrir Ísland, þá var ég svona að gera grína Inspired by Iceland, þá var ég að taka svona fyrir, gera grína landinu og svona og það var einhver sem kallaði mig rasist á YouTube, ég var ekkert að skilja af hverju, ég var ekkert að fatta, ok, hvað er nákvæmlega gerist það, því ég, þú veist, bara koma fjallum þegar ég las þetta sko. Hélt hann að þú varir Ameríkani sem var að gera grína Íslandi? Ég tók íslenska hreiminn, nefnilega, ég feikaði íslenska hreim þegar ég var að gera þetta og það fannst mér svolítið sérst, en ég held að það sé sko hjá einhverjum bara að þetta hefur orðið bara svona reglívar hugtak yfir einhvern sem að maður kannski, þetta er eins og við nokkur mánuð síðan, það bara allir sem eru ósammála pólitík, þetta er Hitler. Hann er fasisti sko, en ef þú segir eitthvað annað sem er ekki kannski svoleiðis, þá ertu rasisti. Eitthvað svoleiðis. Þannig að þú velur annarkvort. Ég veit ekkert hvað reglunar eru. Nei. En ég held sko fólk sem er með svona óbúslega sterkar skoðanir öllum mátt aldrei segja neitt að vera móðgandi og rasismi og fasismi og eitthvað svona, það er ekkert mikið það fólk sem er að mæta á uppistönd. Nei, og ef það gera þá lappa það kannski bara út. Kannski sem betur fyrr. Það er líka náttúrulega, þú veist, sko hvað sem þetta tala á bara grunnasta stiginu, það er munur á milli brandara og statement. Það er kannski það, og Ricky Gervais, ég fór að sjá hann í Edinborg og hann var svolítið, hann sagði þetta hérna þegar hann var með sjóið hér, það er rosalega mikið fólki sem vill sem sagt jafna, sem sagt segja að sko setning, að segja eitthvað ákveðið slæmt, sé það sama, sem sagt að segja brandar eitthvað, sé það sama og gjörningurinn sjálfur. Það er náttúrulega bara rugl. Já, en þetta er eins og við vorum að tala um Edinborg, ég meina það er náttúrulega líka, ef að fólk hefði ekki aðgengi að Twitter og Facebook til þess að kvarta og segja að þessi einstaklingur sé búin að segja eitthvað slæmt, það margir myndu bara ekkit hafa fyrir því. Þú veist, í gamla dag var það þannig að þú ert að kvarta yfir eitthvað sem sjónvarpsstöð var að gera, þú ert að setjast niður og skrifa bréf, bara Dear BBC, kæra RÚV. Já, og núna er þetta bara, þú veist, þú getur skrifað eitthvað á Twitter og Facebook og það er bara komið strax út og þá getur þú klappað sjálfur á bakið, ég er æðislegur. Já, ég er búin að standa vörð mín gildi hérna með því að hneykslast á þessum brandara. Já, en ég veit ekki, þetta er náttúrulega þetta er svo erfitt að segja, ég meina svo spurning sko, mikið af fólki sem eins og segir kvarta er ekkert endilega að mæta á sjóðu og fólki sem er að mæta á sjóðu er nógu gáfa til þess að greina á milli alvarleiki og húmor. Já, svo getur ekki gert öllum til geðs og sumir grínistar eru með mjög svona meltanlegt grín, það sem enginn móðgast, en ég er ekki einn af þeim og ég hef alveg lent í því að á sömu sýningu sem að standa einhverju upp og labba út með brandara og svo kom einhver aðrir og þakka mér fyrir hvað þetta var frábært eftir á. Þannig að fólk er mismunandi og ég hata ekki endilega allt fólkið sem að móðgast að einhverju, þá gera það bara og mætir ekki næst. En náttúrulega húmor er persónlegur en matur, þú veist, ef þú spyrir 100 manns hvað finnst þér fyndið, þú færð 100 mismunandi svör. Já, algjörlega. Og það, þú veist, það eina í rauninni sem ætti að vera er að ekki að vera típan sem segja, ég hafði ekki gaman að þessu, þannig að engin annar má sjá þetta. Veist, þetta er eins og hann segir, af hverju er það uppist, af hverju einhvern veginn uppistanda alltaf aðal targetið í þessu. Jim Norton var með góðan bitum, hann sagði þú veist, það fer enginn á listasafn og segi, herðu, ég er ekki að fíla þetta málverk og breiði teppi yfir það, ég ætla að passa að enginn annar fá að sjá þetta því að ég var ekkert sérstaklega hrifinn að því. En það er samt eins og þú sagðir að meðan við leikara sem að gera bara það sem við hefum sagt, þá erum við okkar einherrar og við sköpum okkar eða efni. Já. Þannig að það er alveg ótrúlegt hvað þeir eru miklu meira dýrkaðir heldur en við, þessi leikarar. Já, en svo líka við, og svo fyndi sko, það var eitthvað sem sagði daginn að eftir að Trump var búin að segja eitthvað brjálæslegt á Twitter eins og hann gerir á kortersfresti og hann var að bera saman við þeirra uppistandar að lenda í klandri eða leikarar eða frækt fólk. Ég sagði, ég vona að ég mun einhvern tíma lifa til að sjá þann dag að stjórnmálamenn eru haldnir upp á sama stöðul og allir þessi uppistandar sem við brjálumst út í og hvetjum þess að eru reknir eða fá ekki að mæta. Ég síðast hrifist þá var ég ekki með takkan á kjarnorkusprengjuna sko. Nei. Þannig að það var þú gæti, ég veit ekki, það er sko, þetta er rosalega hljóðver það getur vel verið að séu nokkra ICBM sinna í takkin á hliðinu og sko tvísmellir á hann til pásu og smellir svo aftur þá var það tjákjum í kjarnorkusprengju. Já, og svo náttúrulega þið fáið ég elska líka þeirra að biðja fólk að leggja inn á okkur pening
bjóðu þarna, þetta svona útvarpsaga crowdfunding. Ég hef ekkert með það, ég Nei, ég veit það. Þú tala alltaf við mig eins og ég sé að stýra. Þú ert handið núna, kannski ég bak við tjöldin, svo sem að stýra Já, ég trúi því alveg. Það kannski þeirri samsæðiskenningu. Það getur vel við, þetta getur verið svona einhver svona Manchurian Candidate samsæðiskenning sem að þú ert í rauninni ræður öllum takum út af sögu. Hver veit. En talað takka þá þurfum við að fara að slappa því að klukkan er 4 og plakka árum við fyrir Já, og þú ert með uppstand í kvöld. Ég verið í kvöld, á Edinborg fyrir þá sem er að hlusta sem verða kannski í Edinborg, þá verð ég á Three Sisters 17., 18., 21., 24., 25. ágúst klukkan 11 að morgni til, því þetta er Friends og það er frítt inn en fólk getur tipsað það í lokin, þetta er svona algengt þar en fyrir þá sem er í kvöld þá verð ég með uppistand á Grænaherbygginu klukkan 8, þetta er beint á móti MR Já. Og það er það 1000 kallinn og þetta er frábær staður sko. Og Þórhallur Þórðarsson ætlar að hitta upp fyrir mig og þetta verður brjálu stemning eins og alltaf Já, og gangi bara vel í kvöld Já, takk fyrir að hafa mig og við verðum hérna aftur í næstu viku með flæðiskerið Já, verið sæl